Velkomin á 300. Má komið. Það var smá ekko í hljóðkerfinu, en það búið að laga það. Velkomin á 310. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra. Ég set hér fundinn og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo ekki, þá ætla ég að óska eftir því að bæta einu máli á dagskrá fundarins. Það mál númer 24, málsnúmer 2301-004 og það 5. fundargerð fjölskyldunefndar. Þeir sem samþykkja að bæta því á dagskrá réttufönd, það samþykkt samhljóða. Ég ætla að fara yfir hverjir sitja í fundarsalnum hér í dag. Það Anton Kári Halldórsson, sveitarstjóri, Árný Hrund Svavarsdóttir, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Bjarki Oddsson, Guðri Hillstad Ólafsson, Sigurður Þór Þórhallsson, hann hér á sínu fyrsta fundi og bara bjóðum honum velkominn og óskum honum til hamingju með það. Og svo hér, sá sem hér stendur, Tómas Birgir Magnússon. Árný Lára Karolsdóttir, markas- og kynningafulltrúi, sér útsendinguna og Margrét Jóna Ísólfsdóttir, skrifstofu- og fjármálastjóri, hún ritar fundargerð. Þá vindum við okkur í dagskrá fundarins og það fyrst til kynningar lagt fram minnisblað sveitarstjóra helstu verkefni liðinna vikna. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla að renna yfir minnisblað sem lagt fyrir fundinn. Janúar, byrjun febrúar hafa verið viðburðaríkir í stjórnsýslu Rangárþings eystra. Ljóst að spennandi ári framundan og mikil uppbygging víðsvegar í sveitarfélaginu á döfinni. Veturinn hefur verið nokkur harður frá hinni einmuna blíðu í nóvember og ég viss að það fleiri en ég farnir að horfa löngunaraugum fram til bjartari daga og jafnvel að það fara að glitta bráðum í vorið. Þó ekki alveg strax kannski. Mér langaði aðeins að fjalla brunavarnir Rangárvallasýslu. Nú áramót var svo breyting á að slökkvistjóri brunavarna Rangárvallasýslu komin í 100% starf, en var áður skilgreint 30% staða. Var það gert í samræmi við brunavarnar áætlun sem samþykkt var fyrir byggðasamlegið á síðasta ári. Þessi ráðstöfun í góðu samræmi við þá uppbyggingu sem átt hefur sér stað innan aðildarsveitarfélaganna undanfarin ár. Nú gefst tækifæri til að byggja upp starfi til framtíðar, auka menntun og þjálfun starfsmanna, sinna eldvarnareftirliti og fleira. Stjórn brunavarna átti á dögunum góðan fund með fulltrúum Landsvirkjunar. Tilgangur fundarins var að kanna hug á samstarfi milli þessara aðila. Talsvert af virkjanamannvirkjum Landsvirkjunar innan lögsögu brunavarna Rangárvallasýslu og því þarf að horfa til uppbyggingar með tilliti til þeirra mannvirkja. En brunavarnir Árnessýslu hafa á undanförnum árum sinnt fræðslu og útköllum á svæðinu. Fundurinn gekk vel og nú unnið að gerð samstarfssamnings milli aðilanna. Stjórn brunavarna Rangárvallasýslu hefur lýst því yfir að áhugi sé fyrir hendi að ráðast í byggingu björgunarmiðstöðvar á Hvolsvelli í samvinnu við björgunarsveitina Dagrenningu og mögulega fleiri aðila. Fundað var með fulltrúum björgunarsveitarinnar nú í janúar þar sem málin voru rædd, meðal annars stærð og skipulag slíkrar byggingar ásamt álitlegum staðsetningum. Spennandi verkefni að ræða sem á eftir að taka á sig mynd á næstu mánuðum. Nú í janúar áttu sveitarstjóri og byggingafulltrúi fund með vegagerðinni varðandi hönnun og uppbyggingu þjóðvegarins í gegnum Hvolsvöll. Á síðasta ári var hönnunarvinna sett af stað þar sem aðaláhersluatriðið var að gera örugga gönguþvörun yfir þjóðveginn. Hönnun hefur gengið vel og vonast til að hægt að ráðast í framkvæmdir þegar að vorar. Eins og undanfarin ár verður hjólreiðakeppnin The Rift haldin hér á Hvolsvelli þann 22. júlí 2023. Keppnin hefur stækkað mikið síðan svo fyrsta var haldin 2019 og telur nú 1200 þátttakendur. Þess má geta að með þessum 1200 þátttakendur fylgja aðrir 1200 til 2000 einstaklingar og fjölskyldur, sem þýðir að 3000 erlendir ferðamenn verða á Hvolsvelli og í nærsveitum helgina 21. til 23. júlí næstkomandi. Sveitarfélagið hefur átt í góðum samskiptum við skipuleggjendur keppninnar með þá áherslu að gera meira úr henni fyrir samfélagið. Sveitarfélagið og skipuleggjendur keppninnar hafa mikinn hug á því að nýta þetta einstaka tækifæri
til að kynna þá verslun og þjónustu sem hér í boði ásamt handverki og fleira. Gríðarlega stóran viðburð að ræða og væri gaman að ná til alls samfélagsins, ungra sem átna, og fá sem flesta til þátttöku í viðburðinum. Aðeins varðandi framkvæmdir sem í gangi. Vegna veðurs hafa framkvæmdir við gatnagerð í miðbæ Hvolsvallar verið á frosti. Með hækkandi sól vonast við til þess að unnt verði að ljúka þeim á stuttum tíma þegar færi gefst. Nú unnið að auglýsingu úthlutun lóða á svæðinu sem mun birtast fljótlega. Samið hefur verið við verktaka gatnagerð á svokallari leikskólagötu og mun gatnagerð þar hefjast leið og veður leyfir, en gert ráð fyrir að henni ljúki eigi síðar en 1. júní 2023. Nafnasamkeppni nöfn á þessar götur nú í gangi og hvetji íbúa til að senda inn sínar tillögur. Framkvæmdum á breytingum í kjallara Ráðhússins að Austurvegi 4 lauk í janúar. Þar hefur skotfélagið skiptun og komið upp aðstöðu sinni og hafið æfingar. Aðstæðan til fyrirmyndar og kemur vonandi til með að styðja vel við æskulýðsstarf félagsins til framtíðar. Framkvæmdir við nýjan leikskóla eru sem áður á áætlun. Verið að leggja lokahönd á tilboði innanstokksmunni og einnig verið að ljúka við lokahönnun lóðar leikskólans. Byggðar á Rangárþings eystra samþykkt á fundi sínum þann 2. febrúar síðastliðinn að boðað verði til íbúafunda í öllum félagsheimilum sveitarfélagsins nú í febrúar eða mars. Tilgangur fundana verði að ræða við íbúa málefni félagsheimila og framtíðarsýn varðandi þau. Einnig munum við nýta tækifærið og ræða önnur mál sem brenna á íbúum. Ég vonast til þess að fundirnir verði vel sóttir og skila okkur tillögum og ábendingum til að vinna úr sveitarfélaginu okkar til heilla. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton Kári. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá höldum við áfram dagskrá fundarins og förum í annan lið. Það eru reglur styrki til nema í hjúkrunarfræði, ábending endurskoðun. Á 303. fundi sveitarstjórnar Rangárþings eystra var hjúkrunarforstjóra falið að leggja mat á reglurnar, greina kostnað við þær og koma með tillögur að breytingum ef þurfa þykir. Upplýsingar frá hjúkrunarforstjóra liggja nú fyrir og reglurnar því lagðar fram til afgreiðslu sveitarstjórnar. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Guri, gjörðu svo vel. Takk, Oddviti, og þetta bara örstutt. Mig langar aðeins bara að benda á, það getur nú sennilega flokkast sem titlingaskipt, en samt sem áður getur haft efnislega þýðingu. Það verið að tala ég er að reyna að finna þessu grein, varðandi hver getur verið styrkhæfir, hvað er styrkhæft. Já, það er í 3. grein og það í C-lið talað framhaldsnám sem nýtist í starfi M.Ed gráðu 120 einingar gerir ráð fyrir þetta að vera MS gráða. Þannig við getum haft bara þetta er bara svona þínu fönsatrið, en ég hugsa að það þurfa að vera í lagi. Annað, bara spurning varðandi kostnaðargreiningu, það bara, er þetta raunkostnaður sem hefur verið eða ekki tekið með þá launakostnaður, eða hefur það kannski ekki verið? Þegar fólk hefur verið í fríi á launum, ef svo hefur verið. Takk. Takk fyrir þetta, Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Guri. Fínar ábendingar og ég held bara breyta þessu þannig að þetta sé skýrt. En það hefur engin verið semst í fríálaunum. Þetta er semst þannig að þetta liggur allt þarna fyrir frá hjúkrunarforstjóra. Takk. Takk fyrir, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Já, ég held að við svo sem þá bara tökum þessa ábendingu, það ekki bara og lögum það, en ég ætla þá að bera upp þessa bókun hér til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir reglur styrki til nema í hjúkrunarfræði. Þeir sem að samþykkja rétt upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá förum við í 3. dagskrárlið og það gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2023.
Á 307. fundi var afgreiðslu gjaldskrár íþróttamiðstöðvar frestað. Heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd hefur tekið gjaldskrána til umfjöllunar og er hún hér lögð fram til samþykktar í sveitarstjórn. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2023. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 4. dagskrárlið. Það er upplýsingaöryggisstefna Rangárþings eystra. Samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga ber Rangárþingi eystra að tryggja viðunandi öryggi persónuupplýsinga. Upplýsingaöryggisstefna lýsir áherslum sveitarfélagsins á upplýsingaöryggi og öryggi meðferð gagna. Lögð fram til samþykktar uppfærð upplýsingaöryggisstefna Rangárþings eystra. Einhver hér sem vill tjá sig varðandi þetta? Guðrý, gjörðu svo vel. Takk fyrir Otti. Aftur örstutt, bara spurning, svona forvitnisspurning. Hver umsjónarmaður öryggismála í sveitarfélaginu og til áætlun varðandi fræðslu til starfsmanna? Takk. Takk fyrir Guðrý. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Guðrý. Það er náttúrulega dagtakalab sem persónuverndar fulltrúinn okkar og heldur utan öryggismál og persónuverndar þáttinn, en samkvæmt þessum reglum sveitarstjóri ábyrgur fyrir stefnunni og framfylgd hennar, en nei, það er ekki til neina reglur eða áætlun framfylgd stefnunnar eða kynningu. Og það er kannski næsti fasi, þar sem við þyrftum að koma í rauninni þannig að allir séu meðvitaðir hvað felst í henni. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi samþykkt upp. Sveitarstjórn samþykkir upplýsingaöryggisstefnu Rangárþings eystra. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. dagskrárlið fundarins og það er endurfjármögnun láns byggðasafnsins á Skógum. Ég sem Austureyringur mun nú segja í Skógum, en ég ætla nú ekki að fara út í neina málalengingar þar. Allt í lagi, það er sem sagt lögð fram umsókn byggðasafnsins að Skógum að endurfjármögnun á láni sem upphaflega var tekið 2014. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég er bara með eina örstutta spurningu, eða svona sirkabát. Nú er þetta lán sem að fyrir liggur að það er vilji til þess að endurfjármagna. Það var tekið til 12 eða 15 ára og átti að klárast 2029. Og nú áætlum við að lengi í því til 2035. Einhver sérstök ástæða fyrir því að það er verið að fara í þessa endurfjármögnun? Og ef svo hver hún? Og höfum við gert einhverja greiningu á því hvað það muni kosta núna í svona há þarna vaxtaskeiði að fara að taka óverðtryggt lán og lengja í því 6 ár? Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Þetta er nú fyrst og fremst gert til þess að létta greiðslubyrði. En það er svo sem er rétt að auðvitað eru forsendur að breytast jafnt og þétt og síðast var vaxtahækkun í gær, ef ég man rétt. En þetta náttúrulega miðast að því að lækka greiðslubyrði safnsins á lánum. Það er náttúrulega bara markmið með þessu. Og verður það væntanlega ekki gert nema að það sé eitthvað hagræði þar á bak.
Fleiri sem vilja taka til máls hér, Guðrún, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Þannig þá getum við það bara gert ráð fyrir þessi búið að greina þá heildarkostnað og ég get ekki séð annað að það hlýtur að vera dýrari. Nú er náttúrulega búið að borga þetta lán í 9 ár og væntanlega þá komið, væntanlega að fara að borga á þetta höfuðstól lánsins en að lengja svo 6 ár það heildarkostnað hlýtur að vera miklu meira en upphaflega stóð til með núverandi lán. Væri ekki betur að lesa þetta öðruvísi? Takk. Eins og ég segi þá hefur framkvæmdastjóri safnsins hefur verið að vinna í þessu máli og allavega eins og staðan var að þá var það þannig að greiðslubyrði myndi lækka miðað við það sem var áætlað að gera. En eins og ég segi þetta þarf það náttúrulega bara að vera þannig. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Ég ætlaði bara rétt aðeins, það hefur náttúrulega verið rekstur safnsins undanfarin ár frá 2018 hefur verið þungur og erfitt að ná endum saman og hefur margoft komið til umræðu líka hvort að sveitarfélögin eigi að stíga inn í gegnum héraðsnefndina sína með því að fara að taka aftur í raun upp að leggja pening til safnsins. En sú ákvörðun hefur, að mínu viti sem betur fer ekki verið tekin, sem sagt safnið í dag sjálfbært og á uppleið, aðsókn að aukast og tekjur að aukast og það var gerður gríðarlegur niðurskurður náttúrulega í COVID í starfsmannaveltu og annað slíkt og þetta gekk, þannig að auðvitað, það er lögrétt, ég meina þetta kemur til með að auka kostnaða því að við erum náttúrulega lengja í, en til þess að safnið geti haldið áfram í rauninni bara að reka sig og vera sjálfbært að þá tel ég að við ættum að verða við beiðni forstöðumanns þessu endurfjármögnun og þar af leiðandi þá þurfum við heldur ekki að koma inn í þetta með beinum hætti, heldur hægt að reka þetta á tekjum safnsins. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem að vilja tjá sig hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti, já, ég tek undir með Antoni Kára, það er alveg rétt en það blasti ekki beint við að það væri rekstrarvandi á safninu og þess vegna spurði ég og ef að þetta kemur til með að létta reksturinn og rekstrarlegs eðlis og safnið stendur ekki undir afborgunum í dag að þá er þetta eðlileg ráðstöfun í sammála því. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ætla ég að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall, eignarhald, samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein og 2. málsgrein 69. grein Sveitarstjórnarlaga númer 138 2011 til tryggingar láns byggðasafnsins í Skógum hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 75.500.000 með lokagjalddaga þann 15. nóvember 2035. Í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggur fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér, ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hverskyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til endurfjármögnunar á eldra láni sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga númer 150/2006. Sveitarstjórnin skuldbindur sig Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið
sem eiganda byggðasafnsins í Skógum til að breyta ekki ákvæði samþykktar byggðasafnsins í Skógum sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Rangárþing eystra selji eignarhlut í byggðasafninu í Skógum til annarra opinberra aðila skuldbindur Rangárþings eystra sig til þess að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt Antoni Kára Halldórssyni sveitarstjóra 03-0583-3539 veitt fullt og ótakmark umboð til þess fyrir hönd Rangárþings eystra að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélagsins samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Þeir sem samþykkja þessa bókun rétta upp hönd, hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. dagskrárlið, það erindi Skaftárhrepps fjallskil á sýslumörkum. Lagt fram bréf Skaftárhrepps þar sem óskað eftir samtal við sveitarfélögin í Rangárvallasýslu vegna endurskoðunar á fyrirkomulagi fjallskila smalana á sýslumörkum Rangárvalla og Vestur Skaftárhrepssýslu. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum dagskrárlið? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn þakkar fyrir erindir og felur sveitarstjóra að eiga samtal við sveitarfélögin í Rangárvalla og Vestur Skaftárhrepssýslu. Þeir sem það samþykkja rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. dagskrárlið. Það húsnæðisáætlun Rangárþings eystra 2023. Lögð fram til samþykktar endurskoðuð húsnæðisáætlun Rangárþings eystra 2023. Einhverjir hér sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi samþykkt upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir húsnæðisáætlun Rangárþings eystra 2023. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í skipulagsmálin og 8. dagskrárliður, það aðalskipulag Bílaflöt breyting. FH Megata EHF Óskar verk. Fyrir hönd. Já, fyrir hönd. Fyrir hér. Takk fyrir þetta, ég ætla að byrja upp á nýtt hérna fyrir hönd Megata EHF Óskar verkfræðistofa. Efla eftir breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032. Varðandi spilduna Dílaflöt L23-46-44 breytingi felur í sér að 10-15 hektara svæði verði skilgreind sem verslunar- og þjónustusvæði. Þótt samhliða óskað eftir heimild til deiliskipulagsgerðar fyrir umrætt svæði. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að vinna verði hafin við gerð breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2023-2032 í samræmi við ósk landeiganda Dílaflatar. Nefndin samþykkir einnig að heimila gerð deiliskipulags varðandi umrætt svæði. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að vinna við breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032 farið af stað auk þess að heimila deiliskipulagsgerð fyrir umrætt svæði. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 9. dagskrárliður, landskipti Eystra Seljaland L163760. Óli Kristinn Óttarsson óskar eftir því að stofna lóð úr Eystra Seljalandi L163760. Hin nýja lóð fær staðfangið Seljakot og mun vera 50.000 fermetrar að stærð. Landskipta uppdráttur runnin að Eflu verkfræðistofu dagsett 25.01.2023.
Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Og þá einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta, en svo ekki, að þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það 10. dagskrárliður. Það aðalskipulag Stóramörk 1, breyting. Fyrir hönd Merkibúsins e.h.f. óskar Verkfræðistofan efla eftir breytingu aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032 varðandi jörðina Stóramörk 1 L16 3808. Breytingin felst í því að 22,8 hektara svæði verði skráð sem afþreyingar- og ferðamannasvæði AF, að 27 hektara svæði verði breytt í skógræktar- og landgræðslusvæði SL og að Stóramörk 3B L224421 verði breytt í svæði undir verslun og þjónustu VATN. Einnig óskað eftir heimild til deiliskipulagsgerðar fyrir umrædd svæði. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að vinna verði hafin við gerð breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins 2020-2032 í samræmi við ósk landeigenda Stórumerkur 1 L16 3808. Nefndin samþykkir einnig að heimila gerð deiliskipulags varðandi umrætt svæði. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan dagskrárlið. Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að vinna við breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020-2032 farið af stað og auk þess að heimila deiliskipulagsgerð fyrir umrætt svæði. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 11. dagskrárliður. Það eru landskipti Steinmóðarbær. Lilja Sigurðardóttir óskar eftir að skipta 32,3 hektara landi úr Steinmóðarbæ L16 3806 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnóti e.h.f. dagsett 15. desember 2022. Hið nýja spilda fær nafnið Hólmalækur. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum dagskrárlið. En svo ekki að þá ber ég eftirfarandi upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það 12. dagskrárliður og það deiliskipulag Rimakot 22.10.096. Að ræða nýtt deiliskipulag fyrir tengivirki á lóðinni Rimakot L16 3918 í Austurlandi. Gert ráð fyrir viðbyggingu við núverandi spennistöð og heildarbyggingavagn lóðarinnar allt að 600 fermetrar. Hæð bygginga allt að 8 metrar miðað við gólfkóða. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 30. nóvember síðastliðinn með athugasemdafresti til og með 11. janúar síðastliðinn. Í umsögn Minjastofnunar Íslands kemur fram að áður en að framkvæmd geti hafist á lóðinni þá þurfi að grafa könnunaskurði í allar þústir sem mögulega eru taldar geta geymt mannvirki eða mannvistarlög innan lóðar og á mörkum hennar. Niðurstaða slíkrar könnunar kann að leiða til þess að ráðast þurfi í frekari rannsókn fornleifasvæðanna áður en framkvæmdir geta hafist. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að búið að bregðast við umsögn Minjastofnunar með því að færa inn á uppdrætti allar fornleifar sem eru innan lóðar og við lóðamörk ásamt því að gera grein fyrir þeim í greinargerð tillögunnar. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga
númer 123/2010. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta? Svo ekki þá les ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn vill taka fram að enginn má raska fornleifum nema með leyfi Minjastofnunar, samanber 21. grein laga menningarminjar og að uppfylla þarf skilyrði sem stofnunin kann að setja fyrir slíku leyfi. Að öðru leyti staðfestir sveitarstjórn bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna ásamt því að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 13. dagskrárliður og það deiliskipulag Mið-Eyjarhólmur fyrirgefið. Að ræða lýsingu að skipulagsverkefnum á jörðinni Mið-Eyjarhólmur. Helstu markmið skipulagsins að afmarka byggingarreiti fyrir íbúðarhús og landbúnaðarbyggingar ásamt heimreiðum af bæjarhúsum frá Hólmabæjarvegi og Þjóðvegi 1. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Lýsing deiliskipulagsins var auglýst frá 9. janúar síðastliðnum með athugasemdafresti til og með 18. janúar síðastliðnum. Í umsögn Vegagerðarinnar kemur fram að ekki verði veitt heimild fyrir nýrri vegtengingu við hringveg 1B9 og óskar jafnframt eftir því að fá skipulagið til umsagnar á öllum stigum skipulagsferlisins. Vegagerðin bendir einnig á að halda skuli fjölda tenginga við þjóðveginn í lágmarki og að vanda skuli útfærslur þeirra í samræmi við gildandi veghönnunarreglur. Í umsögn Minjastofnunar Íslands kemur fram að skrá þurfi fornleifar á jörðinni, bæta þurfi inn á uppdrátt, staðsetningum og útlínum fornleifa ásamt því að fjalla áhrif skipulags á fornleifar í greinargerð. Varðandi athugasemdir eiganda Bjarkarlands þá vill skipulags- og umhverfisnefnd koma því á framfæri að sveitarfélagið tekur ekki afstöðu til landamerkja einkaaðila þar sem sá ágreiningur einkaréttarlegs eðlis. Jafnframt hvetur nefndin til þess að landeigendur leysi ágreining varðandi landamerki jarðanna. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Þeir sem staðfesta það, rétt upp hönd. Það staðfest samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá það 14. dagskrárliður, það deiliskipulag Kirkjulækjarkot, lóð 2. Það Jana Flík Glóá óskar eftir að deiliskipuleggja ca. 1,5 hektara svæði í landi Kirkjulækjarkots, lóð 2 L190740. Gert ráð fyrir íbúðarhúsi, bílskúr og gestahúsi. Heildarbyggingamagn ca. 250 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 213/2010. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki að þá ber ég eftirfarandi bókunum til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 15. dagskrárlið. Það efnistaka í sjó við Landeyjahöfn, matsáætlun. Óskað eftir umsókn sveitarfélagsins varðandi matsáætlun og efnisvinnslu í sjó við Landeyjahöfn. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Bjarki gerði svo vel. Takk fyrir þetta. Ég langar nú bara að þakka starfsmönnum embætti byggingafulltrúa fyrir þessa umsögn. Hún góð og ég sammála held ég bara öllu því sem þar kemur fram.
Það eitt sem að mér langaði samt að innbra sérstaklega á. Það kemur þarna fram að það áætlað að taka 2 milljónir rúmmetra af gosefnum þarna úr sjávarbotni á ári og kemur fram í umsögninni frá Úlfari að það sé það sem að er áætlað að hafi komið fram í hamfarahlaupi eftir eldgosið í Eyjafjallajökli. Þannig ég myndi að við værum bara ennþá harðari á því að við viljum þá að það fari fram einhver rannsókn á því hvað Markarfljótið að bera fram af efnum og mun þetta, þannig við fáum skýrari mynd á það, mun þetta valda landbroti eða einhverjum breytingum hjá okkur. Þannig að við séum bara alveg skýr á því að það færi þarna fram einhver rannsóknir áður en að við getum gefið góð á þetta, þó að við verðum kannski ekki spurð. Takk. Takk fyrir Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það Árni. Ég vil bara tek undir með Bjarka að það er alveg mikilvægt einmitt að allar rannsóknir þær fari fram af því að það er bara talsverð óvissa í þessu og sem náttúrulega sýnir líka að þetta er í rauninni bara matsáætlun sem er í rauninni fyrsta skrefið. En mér langaði líka kannski aðeins að innbra að þetta er svolítið skrítin staða í rauninni fyrir Rangárþing eystra og fyrir okkur í Rangárþingi eystra. Þannig verið að áforma bara stærstu efnistöku Íslandssögunnar í rauninni og við höfum í rauninni ekkert þetta að segja. Þetta er utan okkar skipulagssviðs og valds. Þannig að jú, við getum, sjálfsögðu höfum við eitthvað þetta að segja sem bara eins og almennir íbúar og annað slíkt. En svona tæknilega séð þá er þetta utan okkar lögsögu sem manni finnst svolítið skrítið, bara alveg í landsteinunum hjá okkur sko. En þetta er gríðarlega stór framkvæmd og ég tel mikilvægt að við séum vel upplýst í öllu ferlinu og mér finnst líka í rauninni gott í þessari umsögn hérna frá skipulagsfulltrúa þar sem hann er náttúrulega að innbera á því að við eigum eitt stykki Landeyjahöfn og ég þreytist ekkert að minnast á að þar eigum við að horfa til framtíðar upp á aukna nýtingarmöguleika á höfninu okkar. Þannig að ekki það að við viljum fá mikla þungaflutningu upp á veginn okkar og þetta verkefni er svo sem ágætlega skilgreint hvað þeir ætla sér að gera en við eigum að halda því áfram og halda því til streitu að við viljum auka nýtingarmöguleika hafnarinnar. Takk. Takk fyrir Anton Kári, Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Odditi, bara alveg hárrétt hjá Antoni Kára. Þetta er auðvitað svolítið skrítið að við höfum ekki neitt þetta að segja. Þetta er rétt fyrir utan hjá okkur, þetta getur haft töluvert mikil áhrif á okkur en efnistakan fer fram fyrir utan einhverja lögsögu og þá höfum við eitthvað að segja. En þá er bara að við verðum bara að vera hörð, við verðum að bara skipta okkur af þessu þó okkur sé ekki boðið að borðinu og ég treysti okkur góða sveitarstjóra og öllum sveitarstjórnarmönnum til að vera bara hörð og fá að verða aðili að þessu, skiptum okkur að þessu. Takk. Takk fyrir Bjarki. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir umsókn Rangárþings eystra vegna matsáætlunar efnisvinnslu í sjó við Landeyjahöfn. Þeir sem samþykkja réttið hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 16. dagskrárliður sögnum tækifærisleyfi, Þorrablót, Njálsbúð, Sýslumaðurinn Suðurlandi óskar eftir umsókn sveitarfélagsins vegna umsóknar kvenfélagsins Bergþóru tækifærisleyfi fyrir Þorrablót þann 11. febrúar 2023 í félagsheimilinu Njálsbúð. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi upp til samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsóknaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn þeir sem samþykkja réttið hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 17. liður félagsmálanefnd Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu 4. fundur. Lögð fram til umræðu staðfestingar fundargerð 4. fundar félagsmálanefndar Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu
Einnig lögð fram drög að reglum sérstakan húsnæðisstuðning. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá lýsi ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir fundargerð 4. fundar félagsmála nefndar Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu. Einnig samþykkir sveitarstjórn fyrir sitt leyti drög að reglum sérstakan húsnæðisstuðning. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 18. lið og það eru fundargerðir hér eftir. 18. liður byggðarráð 225. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 220. og 5. fundar byggðarráðs. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þessa fundargerð? Guðrý, gjörðu svo vel. Takk Oddný. Þetta varðandi 3. lið fundargerðar, það sem var verið að skipa í vinnuhóp fyrir hönd Rangárþings eystra varðandi byggðaþróunar fulltrúa. Þetta verkefni, samstarfsverkefni milli sveitarfélaga og SAS, að mér skilst. Við viljum gjarnan eiga fulltrúa í hópnum, það þess að minnihluti, og við leggjum líka jafnframt til að farið verður eftir þetta HONT-reglunni þegar skipað í vinnuhóp eða nefnd á vegum sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir Guðrý. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Takk fyrir ábendinguna, Guðrý. Þetta svo sem í rauninni bara rétt ábending. Þetta ekki kannski svona formlegan vinnuhóparæði, en að vísu hann þannig að við þá skipaðir að byggðarráði og þetta ekkert lokaður hópur, þannig að það bara að gera að fá fleiri aðila að borðinu. Þannig að ég legg bara til að minnihlutinn fá að skipa sinn aðila í hópinn. Guðrý, gjörðu svo vel. Takk, já, Guðrý. Takk Oddný og takk sveitarstjóri, við tökum því fagnandi. Ein ábending líka samkvæmt samþykktum okkar, þá þarf sveitarstjórn að samþykkja allavega að þau skipa í hóp. Það ekki, byggðarráðið getur ekki gert það. Tel ég allavega. Takk. Takk fyrir þetta Guðrý. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég held að sé náttúrulega alveg klárt að sveitarstjórn þurfa að skipa í formlegar stjórnir og nefndir og ráð sem hafa þá í rauninni lögformlegt gildi, hvort sem það er byggðasamlög eða aðrar stjórnir. En ég held að svona vinnuhópar varðandi einhverjar tillögur sem eru unnar á milli sveitarfélaganna, ég held að sé ekki skilyrði að þessi tekið í sveitarstjórn, en það má líka að sjálfsögðu leggja þetta fyrir sveitarstjórn í staðinn. En þarna í rauninni, já, við gerum eins og hinn sveitarfélögin skipuðum bara byggðarráð til þess að koma að vinna af stað. En til skoðunar. Takk fyrir þetta Anton Kári. Fyrir fleiri sem vilja taka til máls, Guðrý, gjörðu svo vel. Takk Oddný og takk sveitarstjóri. Já, mér finnst það samt að þetta kemur hvergi fram í samþykktum okkar, hvað að byggðarráðið megi skipa, í hóp eða nefnd eða neitt, og það er líka spurning, hvernig maður skilgreinir hópinn, vinnuhópur leið það sé svona samstarfsvinnuhópur á vegum sveitarfélagsins, þá það nú orðið svolítið formlegt, finnst mér allavega. Og líka kemur fram í samþykktum okkar að sveitarstjórn skipar í nefndum ráð og ég held þessu orðað og öðrum ráðum eða eitthvað svoleiðis í samþykktunum. Þannig að ég held að sé bara góð regla hjá okkur að bara taka þetta fyrir sveitarstjórn. Eða þá ákveða að breyta samþykktum að byggðarráð hafi það heimild til þess að skipa í vinnuhópa eða eitthvað svoleiðis. Takk. Takk fyrir þetta Guðrý. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það.
Sko, ástæðan fyrir að við erum náttúrulega að nota byggðarráðið að við erum með byggðarráð 2 sinni í mánuði en sveitarstjórn 1 sinni í mánuði. Og ég var lengi vel fylgjandi því náttúrulega kannski að frekar að fjölga sveitarstjórnarfundum en byggðarráðið að nýtast okkur gríðarlega vel. En ég tek bara undir það með Guri að við þyrftum núna og við þurfum vissulega eftir að við gerðum þessar breytingar á samþykktunum okkar. Við þurfum að yfirfara hvaða þætti, hvaða mál, hvaða atriði við viljum í rauninni fela byggðarráðið fullnaðarvald yfir, einmitt til þess að auka skilvirkni í sveitarstjórninni og í stjórnsýslunni. Þannig einmitt að erindi lendi ekki í því að þurfa að bíða í 1 eða jafnvel 2 mánuði en að geta þá hleypt áfram í byggðarráðið. Þannig að það kannski bara vinna sem við ættum líka að setja svolítið formlega af stað, tína til, við þekkjum öll þessi mál eins og með rekstrarleyfin og annað slíkt sem að koma hérna inn á sveitarstjórnarfundi en þurfa það ekki. Við getum falið byggðarráðið fullnaðarafgreiðslu og ég meina í byggðarráði og í öllum nefndunum okkar við vorum að auka vægi nefndana, við erum komið með fjöldan allan af fulltrúum, við erum komið 7 fulltrúi í flesta nefndir, þannig að nefndirnar eru orðnar öflugar og við treystum því fólki sem þar þannig að þetta bara held ég góður punktur og við þurfum að ákveða í rauninni ákveða skýrt hvaða hlutverk nefndirnar hafa. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Ég bara tek undir sem hefur komið fram í þessum umræðum. Fleiri sem vilja tjá sig hér, þá það, þá ber ég bara fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni, þeir sem staðfesta hana rétt við hönd. Hún staðfest samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 19. dagskrárlið, það byggðarráð 227. fundur. Það lögð fram til umræðu staðfestingar fundargerð 227. fundar byggðarráðs. Eitthvað hér sem að einhver vill ræða? Ef svo ekki að þá legg ég þessa fundargerð fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem hana samþykkja rétt við hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 20. dagskrárliður fundarins. Það skipulags- og umhverfisnefnd, 13. fundur lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 13. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem að fólk vill ræða? Ef svo ekki þá ber ég þessa fundargerð, legg hana fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja rétt við hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það 21. dagskrárliður, það skipulags- og umhverfisnefnd, 14. fundur lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 14. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað hér sem að sveitarstjórnarfulltrúar vilja ræða frekar? Ef svo ekki þá ber ég þessa fundargerð fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem það samþykkja rétt við hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 22. dagskrárliður, það heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd, 50. og 5. fundur lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 55. fundar heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar. Eitthvað hér sem að fulltrúar vilja ræða? Ef svo ekki að þá ber ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem það samþykkja rétt við hönd. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 20. og 3. liður á dagskrá markaðs- og menningarnefnd, 7. fundur. Lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 7. fundar markaðs- og menningarnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem það samþykkja rétt við hönd. Það samþykkt samhljóða. Og 24. liður, það fjölskyldunefnd, 5. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 5. fundar fjölskyldunefndar. Eitthvað þar sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem hana staðfesta rétt við hönd. Það staðfest með öllum greiddum atkvæðum.
Þá er það 25. liður. Það er fyrsta fundargerð stjórnar Skógasafns 21. október 2022 lögð fram til umræðu kynningar fundargerð fyrsta fundar stjórnar Skógasafns og þetta er bara lagt fram, er það ekki rétt hjá mér. Ekkert þar sem að fundarmenn vilja ræða. Þá er það 27. liður. Annar fundur stjórnar Skógasafns 28. nóvember 2022. Lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð annars fundar stjórnar Skógasafns. Er eitthvað þarna sem fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá höldum við áfram í 27. lið. Það er 3. fundur stjórnar Skógasafns 1. febrúar 2023. Þar er lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 3. fundar stjórnar Skógasafns. Það er þarna varðandi 1. lið í fundargerðinni. Þar, er svona, þurfum við í rauninni að taka til afstöðu. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk Oddhildur. Svo sem hnýttir aðeins á þessu, þetta er lagt fram til kynningar. Þarna er óskað eftir í rauninni afstöðu sveitarfélagsins til viðbyggingar á Skógasafni og þarna, ég er aldrei á móti uppbyggingu, en við vorum að afgreiða tillögu áðan lengingu í láni út af rekstrarvanda safnsins að yfirvirðist. Og á sama tíma erum við að ræða, eða hefur verið rætt, virðist vera á öllum fundum stjórnar Skógasafnsins einhvers konar uppbyggingu og yfirtöku á húsnæði frá ríkinu og viðhaldsstörf upp á 400 milljónir og þannig ég bara hvetja okkar manni í stjórninni að sýna aðhald og þarna halda okkur vel upplýstum hvað er að gerast innan þessa vébanda. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Það er svo sem eins og hefur komið fram að þá eins með safnið og önnur fyrirtæki eða félög sem í rekstri að þá náttúrulega snýst þetta að reyna að halda rekstrinum réttum megin við núllið og ég held að við bara getum hrósað fráfarandi safnstjórn og framkvæmdastjóra fyrir að hafa komist í gegnum síðustu ár með þeim hætti sem að nú er og eins og Anton Kári kom inn á áðan þá lítur bara svo sem ágætlega út með rekstur safnsins. En auðvitað er það líka svoleiðis að í rekstri þarf að huga að því hvernig rekstrinum er best háttað og ég held að eins og ég segi að það sé bara í ágætismálum. Auðvitað þarf líka að huga að uppbyggingu og framtíð en ég er sammála Bjarka það að ég held að svo sem sveitarfélagið sé best að láta svolítið safnið það og ef að safnið vill byggja upp og bæta við þá sé það svo sem bara í góðu lagi ef að það næst að fjármagna það á skynsamlegan hátt og tryggja að það sé gert. Þannig að þetta snýst sem sagt, ef ég man rétt 580 fermetra viðbyggingu á milli, nú er ekki samgöngusafns og geymslu og þetta er svo sem ekki nein skuldbinding frá sveitarfélaginu varðandi afgreiðslu á þessum lið heldur einungis að heimila safnstjóra að kanna möguleika á fjármögnun á þessu verkefni. Anton Kári til. Takk fyrir það. Ég er ánægður með hvað safnið er að horfa, eða safnstjóri og stjórn að horfa til framtíðar, einmitt á uppbyggingu og í þessu er bara verið að óska eftir okkar heimild til þess að vinna málið áfram. Við erum ekki að taka neina skuldbindandi ákvarðanir eða neitt. En ég hugsa að það væri mjög gagnlegt fyrir sveitarstjórn að fá forstöðumann og framkvæmdastjóra safnsins til þess að koma inn á fund sveitarstjórnar af því að héraðsnefnd fær náttúrulega kynningu á þessu en það er ekki nema fáir fulltrúar hér inni sem sitja í héraðsnefnd
af því að það eru mjög margir spennandi hlutir sem í gangi og það núna eftir COVID varð algjör og í rauninni ótrúlegur viðsnúningur á safninu. Þannig að, og kannski bara líka, það er horft til þessa safns varðandi rekstur annarra safna á Íslandi af því að mér skilst í rauninni að þetta sé eina safn á Íslandi sem er rekið af hinu opinbera eða sveitarfélögum sem eignaraðila sem er ekki rekið sko að beinum fjárlögum sveitarfélags, sem er bara nokkuð vel gert. Þannig að já, ég bara fagna því að menn séu að horfa til framtíðar en það væri mjög gaman einmitt líka að fá frá framkvæmdastjóra þessi viðbygging fyrir hvað hann hugsuð og til hvers og áfram veginn sko, hver eru þá næstu skref. Þannig að ég bara legg til að við í rauninni heimilum framkvæmdastjóra safnsins að halda áfram að vinna þessu verkefni og svo fáum við greinargóða kynningu á því. Takk. Takk fyrir þetta Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þig. Ég svo sem bara hnykkja á því sem ég sagði, ég er aldrei á móti þarna uppbyggingu og ég hlynntur því. En ég bara vildi vekja máls á því að við vorum að samþykkja þetta. Á endanum sko, er skólasafnið vel rekið og við eigum að hampa því og við eigum að tryggja það að svo verði áfram. Við megum ekki spenna bogann heldur og hátt því að við setjum uppi með kostnaðinn af því að þetta er hagkvæm meining eins og hún er í dag og við eigum að halda því áfram. Og ég ætla ekki að segja, og ég er ekki maðurinn til að segja það að þessi stækkun verði ekki til góða og ég er bara spenntur fyrir stækkun. En okkar maður tryggi að það verði ekki farið of hratt í þessu og við berum ábyrgð á lánunum. Við vorum að samþykkja ábyrgð fyrir lánunum, þannig að ef að hlutirnir fara á versta veg, þá erum við ábyrg. Takk. Mikið rétt. Ég held að það sé bara hér sem annars staðar í rekstri sveitarfélagsins og félögum sem að það kemur að þá þurfum við að sjálfsögðu að rýna hlutina og en ég held svo sem að við getum nú horft til safnsins og taka sér það til fyrirmyndar á mörgum stöðum. En já, Anton Kári, gjörðu svo vel. Nei, Anton Kári afboða sig í púlt en ég vil þá leggja í rauninni þessa bókun fram fundargerð fram varðandi fyrsta lið í fundargerð samþykkis sveitarstjórn að safnstjóri haldi áfram með verkefnið og kanni fjármögnunar möguleika. Já, það var kannski. Já, og bætum við bókunin að framkvæmdastjóra, safnstjóra verði boðið í heimsókn til sveitarstjórnar þar sem hann kynni safnið og áform þar. Þá ber ég þetta upp til samþykktar, þeir sem þetta samþykkja það er samþykkt samhljóða. Þá það 28. liður, það eru brunavarnir Rangárvallasýslu, minnisblað fundar með Landsvirkjun, lagt fram minnisblað fundi brunavarna Rangárvallasýslu og Landsvirkjunar. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða í þessu minnisblaði, ef svo ekki þá förum við í næsta dagskrárlið, það 29. liður, Samband íslenskra sveitarfélaga, 918. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 918. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða, ef svo ekki, þá förum við í 30. dagskrárlið. Það svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið, lögð fram til umræðu. Tillaga að svæðisskipulagi Suðurhálendisins, eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða. Svo ekki þá förum við hér í 31. lið. Dagskrá sem jafnframt síðasti liður á dagskrá þessa fundar. Og það Samband íslenskra sveitarfélaga, ágangur búfjár minnisblað, lagt fram til kynningar minnisblað Samband íslenskra sveitarfélaga vegna álits umboðsmanns Alþingis 11. október 2022, 111
67/2021 og úrskurður dómsmálaráðuneytisins 11. janúar 2023 DMR 21080053. Markmið minnisblaðsins er að varpa ljósi á réttarstöðu sveitarfélaga þegar beiðnir smölun berast sveitarfélögum vegna ágangs búfjár milli landeigenda og jafnframt frá afrétti. Þetta er lagt fram til kynningar einhver sem vilja ræða þetta nánar. Ef svo er ekki þá er dagskrá þessa fundar tæmd og fundi hér með slitið. Takk fyrir.